Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjónin og þig. Hér erum við staddir í höfuðstöðvum Landssambands hestamanna, LH. Og það hitamál í gangi, það eru 2 málfundir sem voru haldnir hér, bæði í Mosfellsbænum og Akureyri. Ég er búinn að næla mér í framkvæmdastjórann, Axel, og ég ætla bara að spyrja þig hreint út og fá bara langloku. Ég vil fá löng svör, ekki stutt í dag. Hvað kom eiginlega fram á þessum fundum sem að menn er að tala um og menn mistu svolítið af, held ég? Já, það sem við vorum að tala um á þessum fundum var svona landsmótið sjálf, hvernig eru þau og aðalega kannski að tala um þau frá mínum bæjandi sér út frá rekstri, þar sem ég er nú framkvæmdastjóri og þarf að horfast í augu hvað það er að reka viðburð eins og landsmót. Og það sem ég sagði kannski mönnum í byrjun var að þetta er einu tvíþætt. Annars vegar viðburðurinn landsmót sem er þá samkoma, það sem koma saman mjög mikið af gestum sem að þurfa tjöld og veitingar og markaðsaðstöðu og gæslu og tjaldstæði og þess háttar. Og hins vegar mótið sem er þá hestamannamótið landsmót. Þannig að það þarf aðeins að aðskilja þessa 2 hluti. Mönnum er svolítið tíðrætt bara lengingu og styttingu á hversu margir hestar eiga að vera og hvaða flokkar eiga að vera, hvað margir dagar, en er ekki að ræða mikið um hitt sem við þurfum aðeins að horfa á, sem er þá hvað er þessi viðburður orðin, hvað getur hann orðið, hvert er hann að fara og hvert á hann að fara. Þetta er svolítið að slíta í sundur kannski viðburð sem getur verið hvaða viðburður sem er í rauninni, hvort sem það var eitthvað annað mót eða annar fimmleikasambandi eða hvað sem það væri á staðnum sem viðburð og svo hestamannamótið sem slíkt, aðeins að skilgreina þetta á milli. Já, nákvæmlega það sem ég er að gera. Fyrir þessa umröðu, það er sama vinnan að búa til viðburð sem dregur að sig gesti, hvort sem hann er hestamannamót eða fimmleikamót. Þannig að en það sem við höfum kannski fram yfir aðra viðburði er að við höfðum mikið til útlendinga og erlendra ferðamanna og ég var svona bent á að við þurfum aðeins að horfa á hvar við getum notið vaxtar og eitt af því sem að maður þarf að einbeita sér að, ég tók nú við hérna í byrjun mars og eitt af því fyrsta sem ég þurfti að einbeita mér að var hvernig förum við að því að auka tekjur viðburðarins og þá horfðum við á hverjir eru áhorfendur, hverjir eru gestirnir, hvaðan koma þeir og það sem að menn hafa lært svona kannski í gegnum tíðina hérna af landsmótum er að það eru 65.000 aðilar í FIVE þar að veru 12.000 í LH sem er þá íslenski FIVE-hlutin og það mátti búast við svona að 6.000 af þessum íslensku FIVE-aðilum og 2.000 af þessum erlendu kæmu þannig að menn voru að gera sér hugmynd að kæma alltaf svona 8.000 það sem kallum harðkjarna hestamenn. Síðan horfðum við á þetta í öðru lagi, við deildum þessu í innlenda versus erlenda og við gerum okkur hugmynd að gæti komið svona kannski 1.500–2.000 íslendingar sem hefðu áhuga á hestum, en væri kannski ekki harðkjarna hestamenn, ekki í félagasamtökunum. En svo horfðum við á að það eru alltaf 50.000 útlendingar, ef við horfum á Hellu móti síðasta, sem eru staddir á Suðurlandi þegar mótið á sér stað. Þannig að það var ljóst að það var mjög margir sem komið til greina sem gestir og fyrir síðasta mót þá svona gerðum við ráð fyrir að kæmu kannski 11–12.000 manns og þar að væri þá 8.000 harðkjarna hestamenn. Það sem hins vegar gerðist og við byggjum þetta á því hvernig að við gerum ráð fyrir því að flestir harðkjarna hestamenn kaupi vikupassa, það sé að fylgja mótinu allan tíman og við áttum þá vonið því að þessir aðalega væri 8.000, þeir voru ekki nema 4.800. Þannig að hvernig sem við leysum það, ég kýsa að túlka þannig að harðkjarna hestamönnum fækkaði eða allan að áhugir á vikupössum lækkaði en það sem gerist í staðinn, það fjölgaði helgar og dagpössum og annarkvort fóru þá harðkjarna hestamenn yfir í það módel eða að hitt sem er líklara að það fjölgaði í ferðamönnum sem er þá nýjir viðskiptavinir. Þannig að hlutföll harðkjarna hestamanna versus þeirra sem komum helgar og dagpassa er orðinari 50-50. En erum við ekki svolítið líka að gleyma að bæði veðurfar og kannski hagur Íslendinga, ástand þjóðfélagsins skiptir líka máli í þessu? Jú, við erum ekkert að gleyma því sko. Ég heyrði þannig bara eftir móta, það var fullt af fólki sem að það var bara dýrt að taka sig upp með fjölskylduna og fara austur og vera þar í gistingu og með öllu því sem því fylgir. Sem ekki gleyma því bara að halda sér uppi á ferðalagi
í gistingu annar staðar og vera á mótinu með alla famílinu, það er náttúrulega mjög dýrt. Þannig að klárlega ennþá þröngt í búi hjá mörgum Íslendingum og þeir setja fyrir sig ekki bara miðaverðið, heldur líka þennan kostnað. En svo annars ég ætla að taka fram líka að hérna árum áður þá þurftu menn útlendingar að ákveða sem mjög miklum fyrirvara hvort þeir ætluðu að fara á landsmóta því að voru fá flug. Núna í sumar voru 19 flugfélög og þannig að maður í Þýskalandi sem ætlar að fara á mót, hann getur ákveðið sig bara 2-3 dögum fyrir móti hvort hann ferið ekki, bara keypt sér miða með EasyJet og er bara mættur. Þannig að hann gerir þetta alveg eins og Íslendingur sem gerir þetta í dag, hann kaupir miða í hliðinu. Nákvæmlega. Það kannski leiðir okkur því að tekjumestrið fyrir landsmóti er alveg alltaf mjög svipað. Að 1/3 kaupir á netinu með tölvunum fyrirvara, forsalan skilur alltaf einhverju og ég held að það hafi verið 33% fyrir þetta mót sem keyptu á netinu og það er svona innan við þriðjungur sem kaupir sem sagt í forsölu. Þannig að þetta er þá 60-70% sem er að kaupa miða á mótinu í hliðinu. Og það gerir mjög erfitt fyrir okkur að reka fyrirtæki þegar maður er búin að leggja allan kostnaðinn eða daginn sem maður ákveður að fara út í þennan rekstur, en býður svo og sér hvernig fór þetta og veit að rauninu ekki fyrir en að mótið búið. Það er áhættin í rekstrinum. Hverjar eru pælingarnar með sem sagt, upp á útlendingin að gera upp á lengri tíma og annað? Er ein staðsetning eitthvað sem að kemur til greina í framtíðinni fyrir okkur? Eru breytingar sem við þurfum, að þið út að tala viðburð versus hestamannamót og það eru margar skoðanir hjá mönnum bæði á leiðin þú talar lengingu og styttingu og hvernig við að haga því og hvenær menn að byrja og enda og hvenær skemmtiatriðin að byrja og enda. Við getum rætt þetta við í alla þessa viku, það er alveg ljóst. En svona grunnbreytingin er það sem er að fara að gerast ef við ætlum að fara á 1-2 staði með þetta sem eru alltaf landsmóta. Klárlega, nú tek ég fram að ég verð bara að tala fyrir hagsmunaaðilann sem er félagi sem ég þarf að reka og ber skyldu til að reka eins vel og hægt að reka og þá verð ég náttúrulega að svara því hreinskilnislega, auðvitað er það betra að reka landsmót þegar þú veist að hvaða aðstöðu þú gengur. Fyrir menn að reka landsmót vitandi að þeir eru með sömu byggingar þeir voru með í fyrra, sömu vellina, sömu raflagnirnar, sömu hreinlætis aðstöðuna og að geta haldið viðburðina aftur og aftur í sömu aðstöðu, auðvitað er það betra, það hlýtur að vera betra, ódýrara og meira öryggi, rekstrar öryggi. Og svo er náttúrulega annað að við verðum að átta okkur því að nú eins og í nútímanum, það er bara að gera svo mikla kröfu til okkar, við verðum að hafa byggingar. Það þurfa að vera byggingar sem hýsa alla hliðarstarfsemina og því meira sem er að byggingum, því meira er hægt að bjóða upp á með. Það er hægt að hafa, við skulum ekki gleyma því að ef að koma erlendi ferðamenn sem vita ekkert íslenska hestin, þeir endast kannski klukkutími í brekkunni og horfa á eitt flokk og svo þurfa að fara að gera eitthvað annað. Þá er eins gott að séu markaðstjöld til að taka við sem menn selja vörur og góð veitingastað og jafnvel einhverja sýningar og eitthvað meira fyrir það að gera. Af því að það eru ekki allir harðkjarna hestamenn sem sita 12 tíma á dag og horfa á dagskrána. Þannig að ef við viljum fá þetta fólk, þá þurfum við að hafa eitthvað fyrir það. Og ef við ætlum að hafa eitthvað fyrir þetta fólk, þá þarf að vera aðstaða til þess að gera það. Og á sömu stöðum á landinu er hún bara ekki fyrir hendi. Það er bara, þannig er það. Rekstrar grundvöllur fyrir landsmóti er eitthvað sem við þurfum að skoða til að byrja með og síðan breytingar á dagskrá og því sem að er, það sem að framtíði beri skauti sér, við komum aðeins inn í nútíman kannski. Já, ég er að segja það sem svo ég segja bara hreint út það sem ég er að segja. Ég er að merkja það að áhuga ferðaþjónustuaðila og opinbera aðila að menn eru búin að átta sig á því að það er þörf fyrir menningatengda afþreyingu. Allar skýrslur frá, ég held að vera KPMG, sýna að það er búið fjárfesta gríðarlega í hótelum og samgöngum, en það vantar menningartengda afþreyingu. Það er að segja, menn koma til Íslands, þá vilja ekki sjá það sama og sjá annar staðar, þeir vilja sjá hvað sker íslenskt. Og það er bara komið í ljós að hestar og hestamennska og hestamannamót eins og þetta steinleikur sem sér íslenskt fyrirbæri og þessi ferðaþjónustaðalar vilja nýta sér þetta. En þeir geta það ekki vegna þess að þeir þurfa að vinna svo langt fram í tíman að þeir þurfa að vita nokkur ár fram í tíman hvar verðuru. Þess að þeir geti selt ferði með vissu þá þarf að vera mikil öryggi hvar þetta verður og hvernig það verður. Og í dag er það ekki þannig. Þessu verður að breyta. Og ég held að sóknarfæri okkar sé að sækja á erlenda ferðamenn. Við getum fjölgað gríðarlega í gestafjölda á landsmót og fengið mikið erlendu ferðamennum sem jafnvel gætu 2-3 setið stúkuna á dögum sem eru með rólegir
fyrir hérna hörðu áhugamenn sem býð eftir úrslitadögunum og allar þessar tekjur færu beint í hagnað vegna þess að stofnkostnaðir við landsmóti eru meira og minna sokkinn daginn svo ákveður að halda það, þá bætist ekkert mikið við þó að þessar aukatekjur kemur. Þannig að ég er að segja það, við getum aukið tekjur landsmóts með því að sækja á ferðamenn. Þá þurfum við ákveða að gera það, vilja gera það og hafa okkur þannig upp á hvern dag í aðdragandi mótsins, í markaðssetningu. Ein spurning með landsmót EHF sem rekstraraðilinn af þessu móti. Þarna eru skilgreinda tekjur og hvað kemur út á síðustu landsmótum. Við skoðum þetta landsmót sem var í ár, 2014. Þar standa eftir kannski einhvers staðar á bilinu 6 til 8 milljónir, einhvers staðar því í bili. Þetta rekstrarkostnaður sem landsmót EHF hefur fyrir næsta landsmót og reksturinn á félaginu? Nei, það sem kannski menn gleyma að þegar landsmóti lýkur þá þarf að byrja á vinnu við að markaðssetja og undirbúa næsta mót sem eftir 2 ár. Og það vita það allir að reka einhver alvöru starfsemi með öllu því sem því fylgir, auglýsingum og öllum kostnaði. Þú gerir ekkert mikið fyrir þennan hagnað, fyrir utan það hann náttúrulega verður ekki allir eftir, það er náttúrulega að koma ýmsir liðir til viðbótar. Þannig að félagið, hættum kannski að tala um félagið, reksturinn, sama hvar hann af því að ég ætla að taka fram, ég held að sé mikil mistök var að ræða eitthvað sérstaklega landsmót EHF. Það er alveg sama hvar þessi rekstur hann breytist ekkert. Það kostar alltaf sömu hlutin að halda mótið, sama hvort hann haldin af landsmóti EHF eða einhverjum öðrum rekstraraðila. Hann fer ekkert kostnaðurinn. En rekstrar niðurstaða mótsins eins og hann núna dugir ekki til þess að bera mótið fram á næsta stað. Og áhættan einfaldlega og mikil. Eins og ég segi, menn að leggja upp í rekstur á landsmóti með þekkta tölu að kosti að minnstakosti 120-130 milljónir að halda það, ef við tökum bara sem dæmi, og síðan býða mann að sjá hvað er tekst til að hagræða það, getur verið hrútalar hefist, en vita ekki hvað hefði tekjur fyrir mótinu lýkur. Og ég meina, þetta hefði getað gerst á hellu, við hefði getað fengið bara okkur talsvert högg út af veðrinu, hefði við ekki verið með útlendingana, þá held ég við hefðum verið bara í stórt tapi. Það er bara sagt hér. Ég held að þessi viðsnúningur að fengið tekjurnar af erlendu ferðamönnum hafi bara breytt ansi miklu. Hvað er næsta mál á dagskrá? Eins og ég í þessu húsi. Hvað gerist í dag? Á mér? Já. Ég er nú bara undirbúinn fyrir landsþing. Ég er náttúrulega líka framkvæmdastjóri Landssambands hestamannafélaga og það er landsþing á morgun og það er náttúrulega dylst hestamanni að það verður fjörugt. Þannig ég er bara undirbúinn með okkar staffi landsþingi á morgun. Ertu klár með brennjuna fyrir morgundaginn þegar þú mætir fólki? Já, ekkert mál. Alltaf hægt að ræða þetta mál. Þessar upplýsingar sem komum fram á þessum málþingum, er þetta nálgast þetta einhvers staðar? Við förum yfir þetta með þingin á morgun. Það getur vel verið við birtum síðan eftir það, myndi ég halda. Já. Takk fyrir þetta og gangiði vel. Takk sömuleiðis. Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjónin og þig.